Það spurningin, are you ready now? Mötley Crüe eru konur á fónin, það föstudagurinn 7. september og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan yndislega föstudag. Það brakandi blíða hér í höfuborgin allavega. Ég sé út af því að við erum með glugga og beint á móti mér sitja, tveir ágætis félaga mínir. Annar heitir Egill Einarsson og hinn heitir Steinþór Hróar Steindórsson. Verið velkomin, drengir. Já, takk fyrir. Erum við ekkert í dag? Við erum ekki titlaði neitt sérstakt. Nei, ég hef búin að heyra þess út í bæ að þetta væri hálf kjánalegt. Já, að vera að kalla okkur kúrika eða strætóbílstjóra. Já, en reyndar þetta átti aldrei að vera töff svo sem. Nei. En þetta var það ekki. Ég held að sé enginn að fara að sakna þess að ég kalli ykkur eitthvað. Ég er eitthvað til að vera kúrik í dag. Ég er í stuði. Ping, 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 bang, ping, bang, bang. Já, fínasti kúriki. Já. Egill, hvernig erst þú? Ég held ég hafi aldrei verið betri. Það er gott að heyra, ég sé það líka áður. Það er eitthvað ljómið við þetta. Já, ég er bara Ákveðin svona góðu skap í dag. Sunshine, það hjálpar. Sunshine og það er september. Ég bjóst við að það er allt einhvern veginn í apaskít. Lögur kemur september. Já. Sér allt er bara Vikum þess að geggja dag í miðri viku. Já, tróð. Miðvikudaginn, var það ekki? Ég er að horfa hérna á þetta fjall sem engi veit hvað heitir og Þetta er Esjan. Nei, er þetta ekki Akrafjall? Þetta er bara Esjan. Öll fjöll á Íslandi er Esjan. En er þetta ekki tvö fjöll? Þetta er bara Esjan, maður. Þetta er bara, við erum að horfa til Mosbæ. Þetta þarna er Esjan, ekki? Þetta er bara eitthvað fjall. Er þetta sama fjallið þarna? Þetta eru öll fjöll eru Esjan. Það er bara eitt og fjall. Þetta er bara Ég held að þetta sé við skulum hætta að sína fólki hvað heimskið maður. Þetta er Laugardalsvöllurinn. Já, ég ger mig grein. Þetta er gerðvirkar sér á þróttúrunum. Svo er það Esjan líklegast. Og fyrir ykkur sem er að fara á Suðurlandsbrautina, það er að þyngjast umferðin. Hvenær erum við fannið þáttur? Hvenær eigum að hætta montográði sem konum með glugga? En akkur aldrei einhverju partígrínarar þetta fyrir utan að flauta og fíblast eitthvað. Já, það þarf að fara þetta inn. Alveg. Já. En við erum hérna Þetta er Rauða húsið á Suðurlandsbraut, Rauða Vótavonhúsið. Við erum að félagarnir koma að flauta og gefa okkur the finger. Við erum á annarri hæð að horfa út. Við erum að horfa út á annarri hæð. Ertu að biðja the finger? Ég var til að fá the finger. Eitthvað grjóttalur með puttan út. Það er rosa skrítið. Við þurfum að hætta að tala um veðrið. Álega, það er vitallega Og hætta að tala um þetta fjall, hvað sem það heitir. Þetta er bara glugga við. Við erum að verða okkur til skammar alltaf hvernig þetta. Þetta er Esjan. Já, þetta er Esjan og Eftir 10 ári í glugga og lausi stúdíu og við erum í gethumónu jafn okkur ári. Nei, hvað er þetta, 7. eða 7. þátturinn okkar sko. En málega, ég er frómandi fítn og fyllandi góð. Það er gott að heyra, Steinþór. Þú kemur út hvíldur eins og við vorum í fríi í síðustu viku. Já, það var hárið eftir. Já, þið voruð í wedding of the year, man. Ég segi nú ekki að við komum heim út hvíldir. Nei, þetta er alltaf erfitt að ferða svona. Þetta er wedding of the year. Ég var að ræða þetta brúðkaup eitthvað. Það er eftir að fara lengra en the year. Það er erfitt að ferða svona með þér. Það er ekkert erfitt að ferða svona með öllum. Það er erfitt að ferðast með þér. Já, við espum hvort annan upp. Þetta er erfið ferðalög. Við skulum bara vera tekið á því, Já, við skulum bara vera hreinskilni. Við erum ekkert rosalega mikið bara Já, það var tekið á því. Já, við vorum ekkert að labba í söfnfélaginu sko. En reynda kíkti í safn. Ég fylgdi svolítið með ykkur félagunum og öðrum gestum í brúðkaupinu og King Frekadór með hashtaginu friðlýsing sem var the official hashtag og mér líður eins og þegar að rúluði myndirnar með hashtaginu friðlýsing ég sé að horfa á myndir og brúðkaupi hjá Jennifer Lopez og George Clooney ég aldrei sé svona myndir það er ekki eitt ljótu gæði Þetta var ég aldrei sé svona Þetta var eins og ég eitthvað Disney mynd Ég hef aldrei séð hana þeim sko Já, þetta var a big fairy tale Já, þetta var bara einhverjum kastal og einhverjum bull Sko, við þurfum að fara að semja hit songs Það er greinlega nóg til að frikka dí sko Já, vantar ekki kassið þetta Hvaðan er Lísa að fá sitt kass? Lísa er málega Lísa það er peningum hún lítur eiga að slatta þetta var rándist málega Frikki Dór hann að fara að henda núna einhverja tvöfaldar tónleika í kappleika kostar þú veist 5.000 skall miðin eða 8.000 skall miðin eða eitthvað hann borgar bara brúðkaupið bara hendi bara í gig í kappleika brúðkaupið er komið þetta er bara svo leiðis þetta reyna þið voru ég var að fylgjast með þessu svona bara hérna upp í sófanum heima bara ég refreshaði friðlýsing en byrjuði en sko út af því ég þekki marga sem voru þarna og það er allir með bestu myndir sem teknar að vera á sig akkurat þarna var Ari Magga official ljósmyndar þarna hver var að taka þessa myndir við vorum bara leinigestir myndir það voru geggjar það var alltaf backgroundi úr fókus þetta voru alvöru vélar það var enginn að taka myndasett á síma Ásgeiri Stop and Go hérna tók einhverju myndasett einhverju rosasta mynd sem ég sé sko hann og ég dyrka Ásgeiri Stop and Go en hann og bróður hans sátu þarna í brúðkaupinu eins og verið nýbúin að leika senu í Narcos það var bara eins og þeir voru eins og það var eins og að vera snjókoma fyrir ofan En allir feskir og ríkala flott brúðkaup Þetta var geggja, þetta var eitt svakalasta brúðkaup sem ég Það var engin fullur og var settið skammar og eitthvað háa það, svo alltaf öllu brúðkaup Nei, það vantaði sérfa grull Já, þau eigi ekkert svona vinni Það vantaði eitt beint úr Breiðholtinu sko
Okkur voru þið ekki, tókuð það ekki, það var ein fyllibett að vera í hverju brúðkaup. En málega við vorum leinigestir. Við vorum í rauninni ekki partur af brúðkaupinu. En við mættum bara svona aðeins setna og í veisluna. Við vorum bara svona basically inn í einhverju herbyggi kíkut úr glugga hann að njósta brúðkaupi. Ég ætla að hvetja hlustendur, ef ykkur langar að líða svo total piece of shit, farið þá á Instagram og skrifið friðlýsing og skoðið þessa myndi. Herðu, svo lendi ég líka einu, talandi að sé erfitt að ferðast með mér, ég veit þú varst ekki að tala þá í vélinu og svona, en það kom upp nýtt með Steinþór Hróa Steinþórsson sem gerði mig geðbilan. Ég var ekki eins og búin að segja honum þetta. Við lendum í því, ég og Sverrir ásamt mögum okkar að fljúa heim og Steinþór breytti fluginu sín á síðustu stundu ákvað að verða eftir. Þannig að hann tók ekki flugið frá Flórens til Parísar. Það er bara eftir. Ég hef ekki áhuga á þessu flugi. Nei, en við hins vegar vorum að fara í þetta flug en Steinþór ákvað að tilkynna engum að hann myndi ekki koma í flugið, búið að tjekka hann inn. Lét hann ekki vita? Nei, herru, við stöndum í 30. hitta og það er geðbilu röð á leiðinni í fluguluna og það er ekki byrjað að hleypa inn, þar til að kemur einhver kall hlaupandi, Mr. Steinþórsson nei, ekki inn í fluguluna, inn í rútuna rútuna sem átt að fara að flugulinni. Það kom gaur hlaupandi inn, Mr. Steinþórsson, is he here? Ég bara, guð minn góður, ég er búin að bíða henni 10 mínútur eftir fokkin fíblinu og hann er ekki eins og hvernig er þetta að bíða eftir sér þegar hann er ekki eins og að ferðast og ég er reyður aftur að hugsa út í henni. En vissið þú ekki eins og að hann alltaf var lengur að? Jú, ég vissi það, en ég vissi ekki að rútan væri að bíða eftir hún. Málega það, þið var skýtsamar þegar þú ert ekki láta að vita. Honum er alltaf saman. En málega það, þegar þú átt flug og ætlar ekki að mæti það bara mætir ekki það. Það skiptir ekki máli, þú borgar það og þú bara sleppið að mæti það. Já, en það varst tjekkaður inn, það var búið að tjekka inn allar leið, þess að vera að bíða eftir. Steindi er að goddamn genius, þið tókstu láta blöð bíða eftir þér og þú varst ekki svona að mæta. Ég var svo pyrraður, ég var búin að mastera þetta koncept og segja vel þunnur og þreytur í rútu í 30. hitta að bíða eftir þessu ógeð. Veistu hvað, það er alltaf verið að væli yfir þessu, að vera að bíða eftir mér. Ég er búin að ákveða það, þegar ég drefst þá ætla ég að boða fólk í kirkjuna klukkutíma fyrir og láta það bíða á okkur timbubekkjum áður líki mæti. Veistu hvað, ég ætla að gera þú drefst, ég ætla að fagna. Ég ætla að taka mannaður. Við erum allir mættir í stúdíó. Það er rosalegt magna af dagskráliðin framöndan og herra Hnetusmjör ætlar að kíkja hérna setja í dag. Hann kíkir eftir, það er alltaf að gerast í honum. Hann har spilað Oktoberfest, var ekki út hamburgeran Hnetusmjör. Það er ákveðið take-over. Er hann orðinn entrepreneur? Ég myndi gíska það. Er hann, myndur þú segja, Money Sim þyrst að ætla hann? Allir rapparar elska cash. Já, það er svolítið það er eina sig bói. Það er peningar. Þannig að hann er búið til dollar. Hvaða lag var þetta að spila? Djúvel er þetta gott lag, maður. Ég elska þessi salsalög, meira af þeim. Þetta er Echame la Culpa með Fonsi sem gerði líka Despacito. Wow, hann er ekki One Hit Wonder. Já, þetta er sama lag og Rósin daginn. Þannig að hann er ekki One Hit Wonder. Hann er að dreita þessu út. Echame la Culpa. Echame la Culpa. Þetta er Emilio Vado, eða? Já, Echame la Culpa. Yes, shit, hvað er gott lag, maður. 1,5 B views. Málega, þú 1,5 B. Veistu að það er að finnast það í heimi að þið fannst lagið fínt, svo sástu viewsin með vídjón og það var það besta lag í heimi. Þetta kemur óvart, það kom strax með 1,5 B. Þið getur líka bara að keypta á 50 skall sko. Nei, þetta er kaupir ekki 1,5 B stóni. Ég skal kaupa, á ég að kaupa handaðar 1 B á okkur hefur það. Þið getur að gera það. Það kom að slúðri hér í FM 95 blöð og ég er með ágætis pakkandagur. Ég ætla að byrja á Batman. Við höfum rætt hann oft. Ben Affleck, okkar maður. Hann er ekki kannski okkar Batman, eða hann okkur? Nei, minn Batman er Christian Bale. Já, það er svolítið þannig. Hann var geggjaður Batman. Já, rosalur. En Ben Affleck er satt toppmaður. Já, ég meina elskar að fá sig bara. Við erum að Ben Affleck vagninum, það má segja það. Við höldum með honum. Með hann er svona sem aldrei við félagarnir. Nei, hann er núna aðeins eldri en við. Hann er fættur 72. Já, hann er gammal á Pétur Jóhann. Þannig að jú, hann getur svo sem verið með okkur. Hérna já, ég er nú komið inn á því hér í þættunum áður að hann er í meðferðkallin, það er búið að vera vesen á honum og hann til dæmis var ofur ölvið hér á Íslandi og annað en það sem gerðist núna í meðferðinni er að hann fekk að fara heim og fekk að æfa, en það var að vera að fylgjast með honum að æfa heima á sér en fyrrandi konan, Jennifer Garner, fyrrandi, þau eru ennþá gift en hún ætlar að klára skilnaðin eftir meðferðin og það var hún sem að ítt honum í meðferð by the way, þau eru vinir en hún er ekki sátt við það núna því að hann kynntist nýrri konu í meðferð og það er Playboy fyrirsettan Shauna Sexton og hún var vist heima hjá Ben Affleck þegar Jennifer Garner keyrði heim til hans og var ekki sátt með það. Nei. Hann sé, er þetta líka
Nú er ég að spyrja, þetta góður stað til að kynnast konuninni meðferð, þetta ekki hættulegt? Nei, þetta ekki eitthvað verri staður en annar. Nei, það er alveg rétt. Það geta verið saman í þessu sko. Já. En ég minna það er svolítið leðilegt samt að ef hann er ennþá giftur, fyrirverandi er að ídon, fyrirverandi núverandi þannig séð. Hann var komið aðra konu sem að hætti með honum að því að hann var bara búin á botnunum og hann fór í meðferð. Þannig þetta er önnur, það er eitthvað vesen á Bennar. Það er eitthvað vargur í honum. Já. Ég er búin að finna á Instagram. Hverja? Shawnee Sexton. Já, ok, hún er svona nýja kærastan á Bennar Fleck. 70.000 followers og hún er fáklættin á flestum myndum. Já, hún er playboy fyrirsættastundur hérna. Já, þetta getur orðið vesen fyrir hann minnur. Þetta kynnast þarna í slopnum og verða ástfanginn. Það er rétt hjá þér Egill, það var sem ég var að segja. Og fara heim til Ben, beint eftir. Bara að drekka trönubrisafa. Já, hann var bara að æfa og eitthvað og svo, veist, eitt leita öðru. Hún kíkti á hana, þau eru allavega eitthvað að hittast. Og Jennifer Garner er ekki sátt. Jennifer Garner, hún er frábær, þannig að það er búið alveg 100%. Það er ekki bara svona second chance eitthvað. Hún var ekki um 5 chance. Ben vinnur okkar er búin að fara alveg nýri ræsuð upp. Ben var fullur í Íslandi og sagði next round is on Batman. Geðið glína. Við vitum það, þú varst búin að segja það. Já, Benny Boner, það er gaman á honum. Næsta slúður er af Chris Martin og Dakota Johnson. En Dakota Johnson fyrir ykkur sem er að hlusta og veit ekki hver það er, þá er það leikonan úr 50 Shades of Grey. Í bíómyndunum hún byrjaði með Chris Martin trilóginu, já, er hann ekki 110 ára gamall? Nei, hann lítið því vel út, hann er svona fertugur eitthvað. Chris Martin? Söngvari Coldplay. Já, ég held að ég er ekki að tala um Steve Martin, sko. Þú ert svo vitlaus svona þess. Ég held að þú var að tala um Steve Martin. Já, þú veist bara ekkert. Herðu, býttu, hvað er samt að frétta af Steve Martin? Dakota Johnson er 50 Shades of Grey og Chris Martin er söngvari Coldplay. Þau eru saman, en þau voru að innsigla ástina núna með húðflúri. Já. Þau voru að fá sér eins húðflúr. Hrikalegt maður. Nei, hvað er það? Hvernig húðflúr? Það verður alltaf hvað það var. Já, sko, það er þau eru með það svona, hvað er að hérna? Svona parafjör. Húðflúri er talið tákna óendanleikan. Akkur það er svona, nú er ég ekkert að stríða það er alveg viðbjöður. Þegar þú tekur töffarapilluna þína stundi þá er ekki talandi við þig. Nei, málega það. Er ekki bara fallegt það? Í fyrsta lagi, ég hefði viljað að þetta væri Steve Martin. Hann hefði ekki verið að fá sér eitthvað vitleysu tattoo hérna hér og þar. Óendanleikan? Nei, hann hefði bara, þú veist, ok, hann hefði kannski hent sér í sama krumpugall og kona sín og farið út að lappa í honum. En þú ert ekki að fara að fá tattoo með sem þýðir óendanleikin og þau eru bæði með það, þau eru með eins tattoo. Já, mér langar að æla í þessu tattoo. Hún er með á handleggnum inn í raskatinu. Þú eru með þetta inn í raskatinu. Steinþór, hættu á töffarapilluna. En sko málið er að þetta kemur ekki á þetta Chris Martin söngvari Coldplay er ekkert einhver. Hann er bara góð söngvari. Já, og séðan Dakota Johnson hún er ásjúk. Þetta er tveir ásjúkir einstaklingar sko. Það er alveg 100% sko. Ég skil ekki ykkur, ég óskaði bara alls besta. Mér finnst þetta bara að vera bæði voða huggulegt. Er þetta ekki bara krútlegt? Er þetta ekki bara 2 manneskjur sem voru going down the shitter? Lítið að gera, ok, hvað heitir nýjasta Coldplay platan? Þeir eru á túr, ég held þessu 3. eða 4. söluhæstu bara túrin í heimi. Hann þurfti bara að komast aðeins á Þetta er góða punktur á Stóni. Það er ekki gefið út gott lag sem gefið út Fix You fyrir 20 ára síðan. Já, herru, ok, það er stundum erfitt að vera með slúður. Hvernig var hann körrent ef að fá okkur paratattu? Því er óendanleikin. Þetta er ógeðslegt maður, þið veitir það. Þetta er ógeðslegt. Það er þáttið að fara í lokamólan í slúðurinn og það er stór móli. Kanye West, hann er búin að taka að sér að verða Creative Director á Pornhub Awards eða sem sagt listrætt stjórnandi klámsíðu Pornhub síðunar, klámsíðan Pornhub. Þannig að þú fyrir hann á Pornhub þá áttu vona á bara einhverju, það er eitthvað art í gangi. Nei, það er sýning, þau eru með svona eins og Óskarinn. Það er að gefa Óskarsvelun nema þau gefa svona klámvelun. Já, bara steytum með titlingu og allir í bónir. Besta sem gerðist á Pornhub eða eitthvað svona. Já, ég skilji. Og hann er á listrætt stjórnandi sýningarinn. Hvað getur maður tilnæmdu fyrir? Þú getur auðvitað verið tilnæmdu fyrir besti leikarinn og besta leikona og besta myndin eða besta senan. Þetta eru leikarar. Já. Og hann á að gera hvað er best að vinna? Er það best actor eða? Eða besta leikona? Eða best movie eða? Ég veit það ekki. Er þetta ekki bara eins og Óskarsvelun? En er best scene? Þetta er búist í bestu senunni. Það er eitthvað velur. Það gæti alveg verið þannig. Og er Kanye að sjá um þetta? Kannski er okkar maður tilnæmdur hérna. Við erum með einn Íslanding sem er á reyndar Kanye. En sko, ef það er einhver sem veit einhver um þessu velun þá er það Steinþór, þá er það að spurða
Pornhub-velunin, gefa þið velun fyrir síns. Ég myndi gíska það. Á þess að vita myndi ég gíska það. En það sem ég vil vita, hvað Kanye West að gera? Þú komst ekki inn á það. Hann listrætt stjórnandi, þannig að hann bara sér hátíðin. Sem sé hörpunni og það bara opnun, þetta er bara í Eldborgsalnum. Hann sér allt þetta. Já, listrætt stjórnandi. Creative director. Ok, nú ég ekki að grínast. Allt í einu, ég hef aldrei tjekkað á þessu. Nei. Það er bara svo leiðis. Ég vissi ekki eins og hann væri til Pornhub. Nei, ég ekki heldur, ég hef aldrei séð velunafningu hjá Pornhub sko. En ég ætla núna að fylgjast með þessu. Ég verð að sjá hvað hann gerir við þetta. Já, þetta getur orðið eitthvað flott. En allavega þetta var slúðurpakki dagsins. Ég þakka kella fyrir lustuna. Og þó ég segi sjálfur frá, góður pakki. Ég gekk að slúður þetta með þetta paratatúið. Já, hættu þess að það töffar. Já, drosalega töff. Já, snill. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Það sést hverju borða Walk-On. Þú veist hvað ég meina. Walk-On, Borgatúni 29 og Smáratorgi. Hollur og ferskur asísku matur. Sveipaðu þig í íslenskri náttúru með lífrænum snyrtivörum frá Sóley. Barnaherbergi á öllum stöðum. American Style. Hvað ert þú til í að borga fyrir bifreiðaskoðun? Kannski ekki meira en þú þarft. Þetta gruna okkur. Tékkland, ódýrari bifreiðaskoðun. Tékk. Fyrir ný, fyrir gömul, fyrir stór, fyrir smáhús. Velfag, vindur for lífið. Faris.is. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Part of me, I'll do what it takes. Whatever it takes. Þetta Imagine Dragons hér með lagið Whatever It Takes. Þeir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 á þessum yndislega föstudegi. Það er komið september og gott betur, það er 7. september. Vonandi eru því ekki, hættu. Svona, Alla. Já, vonandi eru því í gýr, elsku hlustendur. Það er komin helgi og það er ekki allir í gýr. Jó, ég held að. Það er fössari. Já. Nú er rútín á komið fólki að fara að vinna, skólanir eru komnir í gang, sumasökkið er farið, og er ekki bara allir sátti við það? Svona við spyr. Jó, ég meina, ég er hættur að drekka. Nei. Já. Já, ég mitt. Þú búin að þurrka þig? Já, ég er bara ánum þurr. Hann hefur sagt þetta mjög oft. En við ætlum eins og að fara núna í Takk fyrir. Það er reyndar eitthvað sem að mátt alveg skoða þetta sko. Við ætlum að fara hérna í dagskrárliðin kortmönduru frekar. Erðu, ég elska hann. Já, hann er skemmtilegur. Þetta var innlægt. Já, það er gaman á hann. Já, það er gaman að þessu. Það er mjög skemmtilegur. Það er fyrsta spurning og af því að herran Hnetusmjör er að koma, sæst þú gerum eitthvað nýjan dagskrárlið í dag? Jó, ég er með nýjan dagskrárlið. Hvað heitir hann? Hann er mjög skemmtilegur. Ég ætla semst að vera með á eftir furðulegt en satt. Ég segi betur frá því eftir. Furðulegt en satt. Ok, nýr dagskrárliður eftir hjá Steinda, en hann er geggjaði bæði. Af því að Hnetan er á leiðinni, þá tengi hann svolítið pínu inn í fyrstu spurninguna. Hvort myndið frekar vera besti rappari landsins og Hnetan er pottið þar uppi, eða besti golfari landsins? Besti rappari landsins? Besti golfari landsins? Já, ég held að sé ekkert leiðilegt að vera besti golfari landsins. Hvað er það er gaman í golfi. Sko, Birgir Leifur er besti golfari landsins eða ekki í dag? Ekki lengur, nei. Jú, hann er náttúrulega einn af þeim. Ok, hver er bestur? Hann var náttúrulega einn sem var að keppa bara daginn á... Þannig að ég veit ekki hvað heitir, fótbolta. Já, veist, hann er... Ef við eigum eitthvað svona nýjan gæja sem heitir shit. Já, Birgir Leifur náttúrulega enda pottið einn af þeim bestur. Hann er kóngurinn að þá. Þú voru að sjá þetta bara, ok, hvort myndir að vera Birgir Leifur með eitthvað Callaway kilfur að púta eitthvað drasli niður eða vera bara okkur risa sviði með bara 1000 manna að hoppa við laugin. Þetta er no-brainer. Og spilar golf lengur heldur nú rappar, sko.
Já, ég meina Þú getur spila golf bara alla æfi og ert alltaf geggjað góður en þú ert ekki að rappa bara næstu Nei, rappari er bara ákveðið svona listrænt pitstop sko. Já, en þeir fara að gera eitthvað annað Hvað er Snoop Dogg gammal þetta? Hann er svo að rappa það ekki? Nei, hann er aðalega bara held ég að leika og er með eitthvað þætti og hann er alltaf bara að nóa brall hann er bara brallari Nóg að gera hjá honum Já, M&M er þá að rappa Ég meina það, sko, var ekki út plötu? ef þú ert rappari og þú ert búin að vera til meira en nokkra mánuði þá ertu bara sniður og góður eða fýll listamaður sko, búin að gera ykkur að plötur og búin að lifa á sig lengi, þú finnur alveg eitthvað að gera eftir að hætta að rappa Ég meina M&M er 50 Menn hætti ekkert að rappa Já, ef þú vilt hætta að rappa getur en málega er að þú sem golfari ég meina, en svo bara fara eitt þursabitt og fyrir þinni búinn Sko, málega er, þetta er rosalega mikið hvað lífstílu þú vilt lifa, sko Já Ef þú ert að rapper, þá er þetta föstudagskvöld og laugardagskvöld allar helgar Skrítið að steinda að velja það mökkaður, þú veist, á Eskifirði í ykkur íþróttahúsi þú veist, og þú átt að koma ranga, þú átt að koma tilbaka og ef þú ert gólfari og þú verður bara að horfa á einhverja seríu og lögskvöldi, vakna snemma fara út í sólinn og gólfað Ég er saman lagli, ég er gólvaran Egil, er þú gólvaran? Ég bara svona, við talum lífstílun og svona Er einhverju pening, getur þú lifað á því að vera gólvari? Er þetta hobby? Fínir peningar í þessu út góður, sko Já, ég veit það, en getur þú lifað á því? Að vera íslenskur út bara gólvari Það vorst að vera rosalega góður Birgileifur verður ekki að vinna á lagar þannig hvað? Nei, hann er að vinna upp í klúbb held ég Já, hann vinnur í klúbbnum eða vinnur í einhverju búð Ég meina, þú veist, getur þú bara verið gólvari? Þetta er virkilega töff, þetta er ekki eitthvað svona þetta er erfitt, ég ætla samt að velja Ég tek gólfið Ég ætla að velja gólvaran Já, ég líka Ég tek rapparan Sem gamall rappari tekið rappið Vilt þú meina rapparar í dag sé að lifa sama lífstil og þú á Mercedes Club tímaníðum minn? Sko, ef þú ætlar að vera með eitthvað tekjur sem rappari þá þarft að harka og þarft að fara Voru Mercedes Club að harka? Það er ekki endur slikkinir Reykjavík því miður Þarft að fara þú veist á Egilsstaði skilur og þarft að fara á Akureyri aðra hver helgi og síðan að fara á Eskifjörð og síðan að fara í The Shareholes líka sko En þegar Mercedes Club var upp á sitt besta voru þið að harka? Við túruðum, já. Við túruðum ekki. Við vorum með rútu og svo ákveðið þægindi sem ég ekki sem að rapparnir er með þetta sko. Það var næsta. Ég held að þið fljúa bara milli rapparnir. Ég veit ekki að spá þessu geggum. Allir sportstæðar með Gilsar að pekka upp með að túra. Ég veit ekki að pælinu sko. Nei. Er rapparnir ekki að bóka sjálfur geggin? Nei, ég er ekki allir konum með umbósmann í dag. Af þessum röppurum, ég held það. Hvort myndi verið ekki að fá raflost eða lega mér að kýla ykkur eins fast og ég get? Í andlitið? Já. Bara í face-it? Já. Í tennurnar eða nefið eða kinnina? Nefið? Hversu fast, nei sko hversu raflost og þegar ég fengi raflost sem var bara svona á Já, ég er að tala um að færa alvöru raflost. Ég pissa á hestageringu. Fekstu? Já, ég fekstu. Er það ekki bara myth? Nei. Gerist það í alveg? Skoist það upp í penisinn? Já, þú veist, maður fekk bara smá stuð og svo hefur maður líka verið að grípa í þessar geringar og ég var ofta ekki raflost sko. Heima daginn var að tengja eitthvað ljós, ég fekk bara mikinn lost sko. Alveg bara, ég þurfti að setjast niður. Ertu að sækjast í þetta? Já, sem er ekki eftir tyggjóatriðinu. Viltu tyggjó? Settu þessi tyggjó og fæstur aflost? Já, það er mjög vont. Það geggja dæmi, er það til einn dag? Ég þarf að fara í Hókus Pókus, eða bara þannig. Hókus Pókus going strong. Pælið því, hún er búin að vera, hvað er Hókus Pókus búin að til lengi? 25 ára? Hún er búin að lifa þetta allt af. En er það, sko, hlýtur hún að þóttastu? Já, nei, þú veist Er þetta ennþá? Nei, ég bara, fólk að kaupa prumpublöður og ennþá. Já, þau eru að selja líka búningar. En ég sko lofa því, það er til gerfi skítur okkur einasta heimili. Já, gerfi kömblar. Maður þetta er prumpuspreyinu. Ef þú úðar í áhengut, þá þurftur þú basically annarkvæmt að lappa í sjóin að brenna allt sem þú átt. Fötin, húsið. Þetta var svona. Ég þarf að fara að kíkja í Hókus Pókus. Já, brjóssykur litar og þetta er bara geggjubúð. En hvort ætla að taka? Ég á eina eftir og hún er eiginlega best. Þessi var hálf. Hver áttu spurningin? Við þurfum ekki, ég ætla að fara bara einn. Ég væri til að heyra hana, það er raflostur. Sko raflost er bara vond, þú séðan áfram gakk. Þú kildur í nefn og nefnbrotur illt í 3 vikur. Heldur að ég myndi nefnbrota eða myndi kýla það? Það myndi kýla þess fast og getur í nefn okkur. Það er 100%. Þú vil raflosti? Það var léleg. Ég ætla að taka raflostin. Já, ég veit það. Sé eftir þessari. Það var að síðasta. Hvort myndið frekar taka mánuð, sko þessi hérna spurning kemur frá Dave Chappelle. Ekki það hann hafi sendt mér hana persónlega. Já, hann er mjög fyndinn. Ég var að horfa á stand-up með honum daginn og hann var með svo góða pælingu. Hvort myndið frekar, hann basically spurði í salina þessu. Hvort myndið frekar taka mánuð í fangelsi í Bandaríkjunum eða láta míga yfir ykkur á hverjum degi í 30 daga.
Byrju hvað sem, mánuði í fangelsi? Já, í Bandaríkjunum. Ég hræðist fangelsi mjög mikið sko. Já, hvað það í Bandaríkjunum? Ég var geðveikt til í að fara ekki í fangelsi. Míga yfir sig bara yfir lærið að þeirra? Nei, það er bara að þú Yfir feysið? Já, bara leggst í bakar og það mennur þau, míga feysið á manni. Hann var sem sagt með þetta í stand-upinu sín út af R. Kelly á sín tíma. Rosalega mikið, sko, fyrir mér snýst þetta aðalum hvað er að vera míga á mér, sko. Ef þú ert að míga tætnar á mig blöð, sænaði minni þá veistlu. Það er ekkert stór. Þá er ég ekki að fara í jailið. Sænaði minni þá veistlu? Ok, þú veist, ég held að allar að segja okkur að myndi sleppa, en ég vissi ekki að það myndi finnast að vera veistla. Og það liggja hann í bað og þetta mikið við tætnar og það væri bara veistla. Ok. Sikka á klikkaði. En ef það er bara allir líka minn. Já, ok, þú liggur hann í baði. Tekur maður ekki alltaf. Myndi maður fá samt að liggja, maður fengi að liggja á maganum í bakarinu. Það var að vera mjög bakið á manni, er það ekki skála? Og ef þetta er andlitið 30 dagur þá held ég takið the penitentiary, sko. Í alvörinu? Það farið fanglis í Bandaríkjunum? Heldur það ekki gert eitthvað verra við þar? Ég held að taki alltaf 3-4 mánuði eignast óvinni. Þannig að þú getur ekkert verið drepinn á fyrsta mánuðinu, nema fólk er alvarlega. Veitu hvað það var, ef ég myndi lenda í grötinu, sko, í Bandaríkjunum. Þú er lamin svo harðfyrst á fyrsta degi, sko. Fyrir einhverja Það er veistla fyrir þess að menna að sjá þér lampin, sko. Ángriðin, sko. Kemur nýr fiskur, maður. Veitu hvað ég myndi gera? Ég myndi labba hann inn. Nú er ég ekki að stríða ykkur. Glænir aumingir komaðið inn. Steindar áinni í fanginu. Ég myndi labba staðistaka í honum og kýla hann eins fast og ekki gæti. Af okkur þrejum ert þú svo eini sem ættir ekki breyk. Hvað er þetta grínast? Þú værir í vesinni. Þú værir í vesinni. Þú verður að taka pissi. Nei, þú værir í vesinni. Taka pissi. Þú tekur fangilsið, Steindir verður að taka pissi. Ég tek pissi. Ég myndi aldrei taka fangilsið. Ég ætti ekki breyk þar. En ég myndi reyna að surviva. Ég myndi ekki fara inn bara og leggjast niður. Þú yrðir lamin eins og harfi. Ég veit allt það. Þess vegna valdi ég pissið. Það þarf vist bara einn koss. Það er nóg til að vera ástfangin af Dua Lipa. Já, það er svoleiðis. Já, rosalega koss. Hver er Dua Lipa? Er það konan eða maðurinn? Það er hún, konan, en Calvin Harris er með henni í þessu. Skemmtilegt. En það er komið tími á símtal sem hann Steinþór Róst Steindórsson tók upp fyrir í dag. Gamli góði stigagangurinn. Já, gamli góði stigagangurinn. Ég hef búið að vera að biðja mig að hendi einn gamlan, góðan og heiðarlegan stigagang. Hann hefur ekki verið lengi. Hann hefur ekki verið lengi og hérna, ég hendi mér inn í klefa hérna á hann og ringdi hérna í blokk út í bæ og ég ákvað að vera í dag svona, hvað ég var að segja, svona singulgrallari sem langaði að eyða peningnum úr húsjónum í að kaupa eitt stykki múfu. Ok, tjekkum á sig. Já, góðan daginn. Hönn? Já. Já, komdu sæl og blessu, þetta er Ásgeir hérna, húsasmíðameistari. Ásgeir? Já, ég er hérna, er í blokkinni hérna. Já, ok. Hvað segirðu þá? Ég fyrir bara fína. Er það ekki? Á hvaða hæð áttu heima? 4. Já. Ég er á 4. Hvað ert þú ekki upp á 7. eða? 5. Það átt að 5, já. Ert þú, nei sko, ástæðan fyrir ég er að ringi þig er sko, ert þú ekki að sjá um hússjóðin? Nei. Forðu mér frá því. Nó, betur hver er með hann? Veistu, ég man ekki hvað hún heitir. Það stendur bara þarna niðri. Nó, já. Ég var að spá sko, núna, hérna, nú er ég single sko. Já. Og hún að vera single í ykkur tíma sko og ég veit að það er hún einhverju fleiri að það single sko bara hvort það væri ekki hægt að fara að nýta húsið á hann einhvern veginn sko, gera eitthvað við þetta við maður alltaf að borga maður borgar hellinga peningu á mánuði þetta. Já, en það er nú líka verið að geyma til þess að ef eitthvað þarf að gera og laga. En burt sér frá því sko, þá var ég að spá í aðalega hvort það væri ekki hægt að kaupa múfu fyrir þetta. Kaupa? Það var bara svona múfu sem var ekki að hafa bara allar niðri í rauninni að það sem þvottaðast sko. Til að få bílana, það tala um það? Já, sko, nei, í rauninni ekki sko. Það er bara svona ef hún væri, sko, ég er búin að vera að kíkja á þetta, ég er búin að finna heimasíður sko, þannig að þetta er svona, ég er búin að sjá rafmagnsmúfur sko. Já, ég veit ekki hvað þetta tala um sinni. Já, nei, ég er að tala bara fyrir alla sem verið að single og svona, að geta kíkt þetta niður og það er bara, það er ein góð múfa sko. Já. Sem náttúrulega hver og eitt þarf náttúrulega bara að sjá sín þrif á henni. Það veit ekki hvað þetta tala um sinni, ég bara hef ekki hugmynd um. Já, þetta er... Já.
Þetta er bara svona tæki sem maður setur á sig og svo bara til maður bara på 10 sko. Já. Þetta er basically þetta að fólk gæti farið niður og í rauninni bara sett sko múfun í samband. Já. Og svo bara í rauninni bara svona tiltinni þarna á sig sko. Og svo bara og svo bara bingo að borðið 7 sko í rauninni. Já. En málega er að þetta er í rauninni, þetta er sko þannig séð ekkert flókið sko. Þetta er basically bara þá gæti menn alltaf hoppa niður, segir maður sér laugardagskvöld og menn eru single og svona. Það var alltaf að stökkva niður og basically bara, þú veist, þetta bara basically bara sippa frá og múfa sig upp og svo bara magarena sko. Veist Áski, nú ég bara komin hérna, ég að fara út úr bílnum. Já. Kíktu niður og fyndu út hver á ég ekki að bara panta svona múfu. Maður setur hana á sig sko. Veistu, nú verði ég bara að fara. Ég að fara að sækja barnabarnið mitt. Já, ég skil. Þetta er sett bara á tillan sko. Já, þetta er svona allavega svo sett inn í þessu. Spyrðu þetta. Já, er þetta rafmagnsmúfa? Já, ég bara heyri í þess vegna. Bara Mambo number 5 sko. Slaka á og hendur hún er fór að skella á. Tropical er góður en Strawberry Lime er fáránlega góður. It's Rapper time. Opið til 11 í kvöld. Roadhouse. Leiðist þér? Netspjaldið okkar er opið til klukkan 8 alla virka daga inn á elko.is. Elko, einfallega lægra verð. Við erum með opið til klukkan 9 á virkum dögum og 7 helgar. 101 Spa, Laugavegi 71. Við sérhæfum okkur í asískri matagerð, hollur og ljúffengur matur. Vietnamís restaurant Suðlandsbraut 8 og Laugavegi 27. Sími 588 68 68. Samfilm og Warner Brothers kynna. What did you see? I saw a nun. Deksta kaplan í The Conjuring. The Nun. Komdu ef þú þorir og sjáðu hvernig þetta allt byrjaði. Stránglega bönnuð yngri en 16 ára. The Nun. Komin í sambíu. Komdu bragðleikunum á bragðið. Serrano. Fresh, happy, max. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. I heard you told your friends that I'm just not your type. If that's how you really feel, then why'd you call last night? You say all I ever do is just control your life. But how you gonna lie like that? How you gonna lie like that? Hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og við drenginir þökkum ykkur kella fyrir það og ætlum að reyna að launa ykkur hlustununa með góðan þætti. Klukkan korter í 5 nákvæmlega og það komin tími á dagskrárlið sem heitir spurningakeppni Gilsarans. Er það núna? Það komið að honum. Takk fyrir að vara með við. Þú varst á klostinu, hvað átti ég að gera? Sjá. Hérna er blaðapenni. Ég held að væri alltaf tilbúið, ertu ekki eins og skátanir? Jó, vanalega segir við mig næstu spurningakeppnin svona þegar það er eitthvað lag á. Þú varst á klostinu en ég gæti ekki. Góð punktur. Herru, svo ætla ég að sjá myndir fyrir Cash hér og eftir. Já. Og þeir eru búin að gaggrina mig undanfarið þegar ég hef tekið þennan dagskrárlið. Þú ert bara, þú átt marga góða dagskrárlið en þegar þú ert með myndir fyrir Cash eða hvort myndir fyrir Ekar, það er ekkit vel heppnað hérna. Eitthvað fyrst upphæðnarleðilar. Já, var skrýtna stundum. Já, og nú er ég búin að hugsa þetta mjög vel og ég vandaði mig ekstra vel í dag. Þannig að ég er mjög spenntur að fara í þetta eftir. Ok, en Egill, ert þú tilbúin eða þurfa að fara í eitthvað annað? Nei, ég elskar góða pressu, ég er að græða þetta hérna. Já, ertu góður undir pressu? Ertu að skrifa hana eða ertu búin að skrifa? Nei, ég veit, Já, þetta komið. Ég er með þetta. Ég var eftir að spurja það með þess að hvað er í dag, King of Healthy Lifestyle. Það hefur það ekki verið það er svo gerins, ég er náttúrulega að fara að skýta ástæði fyrir, má ég útskýra ég hlýt að pakka þið saman þetta var fyrir þegar við félagarnir voru ofurlega í Ítalíu þá var ég með þetta fyrir Tatman og Richard en ég er búin að breyta henni, það er ekki svona spurningar það eru tvær sem eru eins frá síðustu viku og ég fór út að vita hvað þið svarið þar og síðan er ég með þetta út af því
að fólk að koma sér í gangi í gimmun eftir sumarsökið. Þess vegna ég með þetta healthy lifestyle núna. Já, finnstu alls konar afsakanir fyrir þessu. Það var mjög skrítið ef ég tapis. Já, menna, ég náttúrulega hef ekki stíð. Þú ert underdog. Ég hef ekki stíð fætin í líkansætt í einhver 10 ár, þannig að það væri mjög förðulegt að koma og segja þetta. Já, við verðum bara svolítið að sjá svolítið til. Já, ok, þannig þetta er einhverja vitleysi. En ég er samt í glænir í megrun sem geti ílt mér hérna yfir loka metrana. Ok. Já, ég er mjög spenntur að hérna. Já, þú veist, megrun, ég er í þessu dæmi hérna, hvað kallast þetta? Kallast þetta ekki eitthvað hérna, hvað kallast kúrin? Borða bara í hádeginu og kvöldin? Ég borða bara í hádeginu og borða bara kvöldin. Ég borða ekki. Þú ert að fastina milli? Já, ég borða ekki á daginn eða sent á kvöldin. Ok, byrjum þess að veislu. Hefur þú tekið þátt í Reykjavík-maraþoninu? Já. Punktur og báða. Byrja þetta sterkt félagarnir. Hefur þú stundað samlíf standandi til að brenna fleiri kaloríum? Ég hef stundað samlíf standandi en ekki kannski til þess að brenna kaloríum. Bara eitthvað púk í mér. Fallegt gott byrjar að koma orðinu samlíf mikið inn í þáttinni. Það er eins og sér nýbúin að læra bara nýtt orð. Já. En ég verð að taka undir með Steindu þarna. Það var ekki gert í þeim tilgangi að brenna fleiri kaloríum en þið voru sér satt standandi í þessu. Hvað er það eitthvað? Nei, það var hvað var að gerast þá? Hvað ertu? Já, þú veist bara, við förum að sé verða. Þannig keksrugla. Allir feskir. Næsta spurning. Hvað er keksrugla? Spyrðu ekkert svona í beinni útsending. Hvað ættu að fara að lýsa því þegar þú voru standað? Við vorum eftir 2 saman. Nei, bara hvað voru og eitthvað. Þetta var bara stund að kynli. Ertu mikið í því að vera standandi stund? Æ, hætt að taka undir þetta. Þetta er ekki eigin. Hvað minnur, er þetta ekki eigin? Ætlar þið bara að fara að spyrja mig svona persónulega? Nei, ég er að spyrja það núna af alvöru áhuga. Hvort er það algengt þér? Það er alltaf ógíslegt að setja með alvöru áhuga. Nei, ég er ekki að tala um þannig. En sko, nei, ég veit ekki. Nei, ég hef ekki eins og pælt í því. Þetta er alveg einhjör. En þeir eru báðið með punkt þarna. Það er 2-2. Ég er bara forvitið núna hvort fólk sé mikið í að vera standandi. Já, fólk er bara eitthvað. Ég er ekkert svo sem að sé mjög algengt. Fólk er ógíslegt maður, gerir bara eitthvað. Já, það er rétt. Veiparu í staðin fyrir að reykja? Já. Það er punktur á Stóni. Já! Hæ? En þú gerir hvoru? Hann velur the healthy option. Já, er það ekki meira healthy að sleppa öllu? Ég er búin að vera öllu. Þú sleppir þú nú með eitthvað tóbak í gangi. En af hverju, ok. Og ég málega hann er að velja the healthy option. Sko, málega það. Er ekki the healthiest option að gera hvorugt? Ég er búin að hætta að reykja sinni desember. Já, punkt skilið þarna. Ég veipa. Sko, við getum rifist þetta alveg endalaust. En staðan er bara þannig að Steinþór er hættur að reykja og hann byrjar að veipa. Ég veit það og hann fær punktur að en ég fæ ekki punktur að gera hvorugt. Þú ætla bara í næstu, ok. Sko, það er 3-2 fyrir Stóni. En imbecile. Ég er að fíla hvert þetta er að stemma. Áttu það til að blanda vodka í Sprite Zero eða sódavatn frekar en sigaragós til að passa kaloríunar? Já, en þú veist, enn og aftur, maður er kannski ekki endilega mikið að pæli í karolíunum. Karolíunum. Ég sagði bara eitthvað. En hérna, get ekki svo sagt þetta, hvað er ég að spá það mikið í þessu. En hérna, ég meina þú hefur gert þetta. En þetta er samt líkamlegt, af því að ef maður er kannski búin að vera að blanda mikið í orkudrykk, þá hugsa maður, heyrðu, ok, það er kortir að ég fói hjartaáfall eða gáttaflökt eða eitthvað í gangi hérna. Þannig að ég ætla að skipta yfir í sódavatn. En út af líkamlegum áhyggjum. Þannig að já, það er 4-3 fyrir Steinþóri. Besta saga sem ég heist. Dansaru mikið þegar þú fyrir að skemmta þér? Ertu sexy gæinn á barnum? Ég er bæði. Ég er ekkert sexy gæinn á barnum en stendstundum bara við parið. Þú verður frekar sexy út á barnum. Þú oft síðan á barnum. Er það að tala um að beigja sig yfir og láta rassin svona? Þetta eru 2 típur á jamminu. The dancer eða gæinn á barnum. Ég er alveg 50-50. Það er rosalega erfitt að vera 50-50. Já, þú getur náttúrulega líka verið sitjandi trúður en að segja sömu sögun allt kvöldi, ekki staðar. Stendur, ert þú mikið á dansskólinu? Nei. Ég ætla að taka dansskóli. Blöð fæði sér snúning. Ég sé blöð fæði sér snúning. Já, ég tek alveg. Nei, þetta er ekki punktur. Ég hef aldrei séð þið fá þér snúning á æðinu. Þetta er eins og núna, það var ég brúðköpi hjá Sögu og Snorra fyrir stuttu. Ég var seinasti maðurinn af gólfinu. Varst það að fá það snúning? Það var ég að fá snúning. Ég var bara trilltandi. Það erstu bara hreinskilin Egill. Já, þú hefur verið mjög báðum. Þetta er punktur um mig ekki hann. Það er 4-4. En fyrir hvað er hann að fá punkt? Og þetta hann dansar. Já, ég dansa líka. Nei. Hvað meinar þið? Þú veit að dansa ég. Hefur þið tekið cardio einn upp í rúmi með fartölunni? Cardio? Ertu byrjað að hlæða þú hlæðir alltaf sjálfur. Já. Ég er ekki eins og kveikja sko. Nei, en ég get lofað að þetta er punktur á þig. Þú eru örugglega gert þetta oftar en flestir aðrir. En þetta er punktur á okkur báða.
Ertu að tala um bara, þú varst að tala um bara einhverja snáðinu? Nei, hvað er það? Já, bara þú Eitt með tölvunni Hvað heldur það að tala um? En cardio, ertu að tala um að æfa cardio? Já, bara þú veist, brennslu Þetta er punktur á hann Þannig Hvað heldur að þú sleppir við þetta? Nei, ég sagði þetta væri punktur á mér líka Þegar þú ert búin að sitja á sama blackjack borðinu í sólarhring stendur reglu upp til að tegja úr þér Aldrei setið blackjack borð í sólarhring Ok, en ég held að allir sem að sitja eitthvað starf að gera eitthvað saman hvort það er blackjack borð ekki að standa upp og tegja úr sér Ég helst saman að tegja reglu úr sér Já, ég tegja úr mér Ég er náttúrulega viðurkenndur rúlletumæður Tegir úr þér En setur þú bara Nei, ég tegi sko Ég tegi alveg Ég ætla að standa upp núna og tegja 6-6 Ég með takk í bakinu núna sko Ég er ekkert að stríða þér Þegar þú flaskarðu Þegar? Hvað? Það er svo að sé bara alltaf Þegar þú flaskarðu upp fílar þú þá að gera það í sundlu svo þú getur fengið sundsprettin á milli Málega, þú verður að droppa þessu sko Það ætlar aldrei að hætta með Þú verður að hætta með þetta og droppa þessu Þú ert eins og lítið bad Nei, hvað meður það? Sko, ég er búin að segja hlustendum að Steindi baðinu sinni Egil off-air að gera sér rosalega greiða og hætta að tala um þetta flöskuborð í sundlauginni Ég held að Egil sé búin að setja þetta í allar spurningar Málega það þú ert svo tæpur Ég hef komið staði maður má alls ekki biðja hann að sleppa því að segja það Aldrei Þá fær maður að næstu 6 þætti Já, það fær þetta bara endalaust Ég Það hefði finnst þér rosalega gaman að flaska upp í sundlaugu þannig að þú getur fengið sundsprett En hefði ég lappað á honum þegar hann sagði þetta fyrst og sagði bara þetta fannst mér best, þú er alltaf að gera þetta alltaf að hafa þetta með hann hefði aldrei haft þetta aftur En ég meina þú veist þetta, maður getur fengið sér sundsprett Það virkar á því öfug sálfræðin svo börn Jú, það er rosalega hressandi Þetta er satt ágæst, ég er ekki að grínast Þetta er ekkert eðlilega spennandi og 2 spurningar eftir Þetta er jafnt eða ekki? Það er 7-7 Hefur þú keppt í Herra Ísland eða svipaðri heilsutengdri keppni? Eins og bara Herra Ísland heilsutengd keppni? Já, ég meina þetta er að borða hotlað mat og Nei, ég hef ekki tekið þátt í neitt svona keppni Er svo keppni ennþá til? Nei, sem er a goddamn shame því litt geggja TV Sko, nei, já, Getur við keypt keppnin og haldið þetta? Já, við getum alveg haldið Herra Ísland Tökum þetta á okkur Það er einn spurning eftir, ég hef aldrei verið að peppa þur Hefur þú fært dömunni næringaríkar morgumat í rúmið eftir frábært samlíf kvöldið á? Hvernig er það með þín að hilsa að gera? Mér líklega Næringaríkar morgumat Ekki bara serjóskálið Næringaríkar salat bara skálið Þetta er bara egg og bacon Omelettu kannski Omelettu, já ég ætla að fá stig þarna Ég held að það verður bara jafntefli Hörru, það er jafntefli Dead time Hörru, við erum jafn healthy lifestyle Ég og þú, við rúlum eins Aron Kahn, sonur okkar ætlar aldrei heim þeir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og það styttist hér í Herra Netusmjör Ég bara spurði það einnig spurningu Ég var á votinu í gær ég var channel surfing og ég datt inn á einn þátt Hefur þú verið að villa á þeirri heimildir til þess að stunda samlíföðinu? Nú er ég bara að spyrja Hefur þú verið að villa á þeirri heimildir eða verið að svindla til að stunda samlíf? Nei, hvað meina, villa á mér heimildir þykist verið eitthvað annað nýr eða? Nei, ég bara ruggla Nei, ég var að horfa á Satt eða logið og það var ekkert að villa á mér heimildir Það var saga það sem þú verslaðir mat settir hann í pott og sér kemur konan inn og þú ert að kasta honum upp í lofti þarna sælverðan fá það sæti með svöndu að kasta honum upp í pönnunni og grípa hann Þetta er alveg tilbúið? Nei, það var ekki þannig Steindi, mættur hérna aftur þetta er mesta kjaftaði sem ég heit Ég var ekki að villa á mér heimildi til að stunda samlíf Við höfum það bara alveg á hreinu sko Þetta er basically vandraðast að saga sem ég veit Basically bauðs bara stelpu heim til hinn og date og fóst á hraðlastina eða einhvern stað hendir því á pönnu þóttist vera þegar hún kom sorry, ég verði að hoppa eins og eldus ég er að klára henn og varst að sveiflinni á pönnunni ég var aldrei að sveifla matnum á pönnunni er eitthvað rugglaður ég var með þetta bara í pönnu Það varst að hræði í þessu eitthvað Já, ég veit ekki Hún sagði basically Ég laugum
búin að segja ykkur þessu sögu Basically, hún hefur sagt Þetta er eitthvað besta sem ég á hefur neitt Sæður við hana, fyrir ekki, fáðu sæti minni Ég aðeins að klára hérna og sé vartum Nei, ég talaði ekki sjönu Ég segi ekki fáðu í sæti Ég talaði venjulega sem hefði maturinn að vera til Vá, hvað þetta er gott Þetta er alveg svo hraðalestin Nei, þetta var ekki þannig Þetta er ekki síður en það, ég get sagt það Hún bustaði henni strax sko. Hún bara kom heim í mat og ég sagði bara, maturinn alveg var tilbúin og hún bara, maturinn er alveg var til Svo sá hún náttúrulega bara inn í eldhús að ég er náttúrulega það vitlaus, ég kveikti ekki eins og á ofninum eða bara á hellinu En ég meina það er samt a scientific fact að konur elska menn sem kunna elda Já, ég ætla að reyna ok, vissulega var ég að villa mér heimildi þar Og þér langaði bara í samlíf Þetta Ég hafði ekki að bjóða henni heim til að fara í samlíf Fárlega graður og hendur einhverju tilbúinu steik á pönnu Ekki steik Málega er þetta er eitthvað besta músi út tekiblu Ég er að hrósa þér, ég er ekki verið með nein leiðindi Þetta eru 10 ár síðan Þetta er geggja Það er ræðilegt En varst aldrei að breyta til, fórstu ekki síðan að sóti kannski Asian food eða kannski Tomás og náður í kannski núðlur í einn pott Það var svo og panang í einn Særannan fáðu sæti Ok, ég skal segja þér eitt núna sem ég pottið sættir að þér Það er með óþægilegri momentum sem ég lendi í þegar hún sagði bara við mig hvað hérna er það þykjast elda þetta sjálfur og því að hún bestaði mig og ég eitthvað svona, hvað meinaru? Þá byrja allt í haustum á mér að hugsa bara, ok, á ég að reyna að halda mér með lína eða á ég að segja bara, ég er að djóka þér, hvað á ég að gera? Og ég fraus bara, ég bara svona, hvað meinaru? Hún bara svona, hvað, heldur ég sjá ekki þessi hraðlest til það? Ég eitthvað svona, ok, bara svona ábyrrandi og þetta var svo óþægilegt, ég fekk svo mikið óþægindarhóll, þetta var ógeðslegt og hætti að rifja þetta ógeð. En pældi ég satt Þetta er svo raung byrjun að start with a lie Þetta er Þetta er baller move samt sko Ok, við geymum bara hér hvað ég man ekki eins og hvað erum að fara í Við skuldum auglýsingar og komum hér aftur eftir smástund Vodafone, Túborg Réttöl og aukakrónur kynna Oktoberfest SHI 7. til 8. september í Vassmýrinni Framkoma meðal annars Herra Hnetusmjör Lappa Girl Power Sprite Zero Kran Úlfur Jóhanna Guðrún MC Gauti Jói P. og Króli Club Dust Huginn Vög GTRN Daði Freyr Jón Jónsson Sverrir Bergmann og Súra Miðasala er hafinn á miði.is Biljardbarinn fyrir fjölskylduna Biljardbarinn Faxafinni 12 Beint af bíli, beint úr bílskúr, beint í mark Kólaportið fullt af fjöri og ævintýrum Lifandi markaður í miðbænum Það sést hver í borða Walk-on Þú veist hvað ég meina Walk-on, Borgatúni 29 og Smáratorgi Hollur og ferskur asísku matur Tropical er góður en Strawberry Lime er fáránlega góður It's Rapper Time Þú getur treyst því að okkar lausnir virka Íslandshús.is Veljum góðan lífstíl, látum gott af okkur leiða Org, gerum eitthvað gott Lífstílsverslun Kringlunni Tryggðu þér raunveruleg gæði í endingagóð eldhústæki og innréttingu hjá Eirvík Vertu velkomin í Verslun Eirvíkur, Suðurlandsbraut 20 Langar þig í nám með vinnu? Kynntu þér námsframboð Opna Háskólans í HR á opniháskólin.is Van Gogh hefði gefið hitt eirað fyrir að upplifa úrvalið í myndlistavöru deildum Slippfélagsins í Borgatúni og á Akureyri. Allt fyrir ódauðlega myndlistarmenn. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár. Við kynnum nýjan matseðil á Dominos, Sweet and Spicy, Basar, Hungry og Ólífur Ragnar koma allar ferskar og nýjar inn. Og súkkulaði smákökurnar sem svo margir hafa beðið eftir eru nú loksins mættar. Sjáumst. Dominos. Öddi, Steindi og Gils. Alla föstudaga, 4 til 6 í FM 95 Blö. Hello, I'm pulling up right at 8. Ring, ring. Are you there? Ring,
Ring Herru, ég man ekki eins og hvað heita sem voru að syngja þetta því að þetta lag ekkert einu gríðalega uppáld hjá mér en vinsælt á stöðinni og við spilum það sem að hlustundur FM Ring Banana phone Já, ég veit ekki hvað lag Nei, það skiptir ekki öllu Það sem skiptir máli að það steytist í herra Hnettismjör og það komið að sturglum staðrendum Svoleiðis Hér í FM 95 blöð og þær eru góðar núna Er ein einhver vitleysa? Já, hann gæti einirna verið kjaftaði viðkynna, þannig að bæði þið og hlustendur þeir eru við að átt ykkur á hvaða þessu er bull Það finnst mér nefnilega svolítið skemmtilegt Það er skemmtilega, ég viðkynna, ég fekk að heyra aðeins bínum daginn þegar ég sleppti í Já Eru þið ready? Egil, ertu ready? Já, klárt Ertu peppaður? Ég er ópeppaður Ok, fyrsta er mögnuð Pulp Fiction, Forrest Gump, Lion King, Shawshank Redemption og Jurassic Park voru allar í bíó á sama tíma í oktober 1994 Já Þetta er að hugsa Þetta gerist ekki í dag Nei. Ég veit ekki hvað er sem ég bara herði er eitthvað í bíó og það er ekkert í bíó En pælið í, þú veist, þetta er sko núna er náttúrulega allar svona framleiðslur passa sig mitt á því að vera ekki að lendi í svona árekstur Sama tíma, já eins og bara, þú veist, með íslenska kvikmyndagerð þá er bara, þú veist, hér er hlera bara, þú veist, það vilja allir að allar myndir fá bara fína aðsókn, þannig að bara fólk kemur í vekk fyrir þetta Þarna, engi fanga teknir Nei, það er bara allt í bíó keppni. og bara alveg keppni Ein spurning er Hver að þeim er best? Hvað er með þessu enn? Pulp Fiction, Forrest Gump, Lion King, Shawshank Redemption og Jurassic Park Ég set mitt atkvæði á Shawshank Shawshank er bestu Já, ég ætla að setja Pulp Fiction og Shawshank Þessin er Lion King, Forrest Gump er líka geggju sko Hversu góð er Forrest Gump? En málega er að fyrir mann sjálf Þú tekur þetta ekki Forrest Gump aftur og aftur og aftur Þú tekur ekki Shawshank aftur og aftur og Sammála Málega er að þetta er alltaf snýst líka alltaf kannski upplifinu þegar maður horfði á þetta maður horfði á Shawshank, þegar maður horfði á Pulp Fiction fyrst skipti þegar maður var bara, þú veist hvað maður alltaf hafi verið 10-11 ára Ég var 14, já þú maður var bara, fuck Ég tók Lion King daginn aftur Já, hann fórst að gráta þegar hann dó Það er sorglegt Gríslingur fór að gráta Já, dóttir mín hefur grátið líka á sama atriði Þegar ljónið pappin dó Mustafa, hérna ekki En hvað var þetta ekki? Og Mustafa á Vondiga einli Já, ok En þetta er hérna í kringum 1994 Þetta er 94 En ímyndaðir, 94 þá hafa þessa myndi vantilega komið í bíó árin eftir Þá var Jim Carrey í Dumb and Dumber Ace Ventura 1 og The Mask Allar sama ári Hann tók upp þessar 3 myndir sama ár En það var hann, já, stærstur í heiminn Þá er næsta talandi um heiminn Þú hrýtur ekki í geimnum Wow. Kannski einu staðum sem ég var til að ferðast með þig Steinþór Wow, pæliði málega það, þú veist það er ekki bara það að hrjóta að trufla aðra að þú hrýtur, þá nærðu ekki góðum svefni, sko ég vakna yfirleitt þreyttar en ég þú veist, ég vakna alltaf þreyttur, sko Það fara bara til game Því að það er svo mikil átök yfir nóttina, sko Er ekki að laga þetta hjá þér? Það er erfitt, ég er búin að fara í svefnrannsóknir og allt þetta, já, svo með einhverja súrefnisgrímu ég get bara ekki tekið góða nótt ástu mín og þú veist, það er ekki ég er 33 ára, ég fengi ekki eftir samlíf með að orða það þannig það er vesen fyrir mig Getur ekki klára það bara og setja það í grímunum? Nei, það er eitthvað skrítið Þú varst að fá þér þetta? Já, en málið er, maður hvílir svo illa ég er líka með kæfisvepp, sko þannig að það er svo mikil átök, sko Það er ógeðslegt að svo að þau Já, ég veit þess vegna ætla ég að flytja to the space Já, það væri þetta bara Ég var í geggjára tunglinu Sýt ekki, myndi bjóða ykkur í ykkur að góða steikarna Til því að næsta plöntur fá kynsjúkdóma Þessi gæti orðið horsemoney Nei, okkur heldur það Akkur ég aldrei sé 2 fíbla bara að vera að snáðast út á túnni, sko Nei, en ég held að þær fá náttúrulega ekki kynsjúkdóma í gegnum kynlíf plönturnar Það? Nei, hvað ertu að tala um? Ertu að tala um að þú sé bara með lekanda að tróða tippina þér í blómvönd, eða? Nei, ég veit ekki hvernig þær fá þetta en það er enda góð spurning Já, ég með er hálf orðlaus, ég finnst að skipti bara sem fórum með þetta Já, ég meina Þú getur bara, hann að maður getur hitt kaktus sem er bara með leganda Ég meina, segjum og væri Hvernig losnaði við þetta? Þetta meilur og sítrumaxinu niður og duftar því yfir plöntuna Sítrumaxinu? Já, þú veist, ég verður að lesa með Hvað erum við með klamidíu? Þekkjur þau nafnið á lifinu? Ef það er lifið svo þart Ef það er lifið svo þart Þú þekkir nafnið, mjög vel Það er bara, ég er orðlaus í fyrsta sinn Hvað gerur þau? Milur þau sítrónaxi þetta? Já, það er að losna við þetta Ruggsæðan og konar í þetta Málið það, ég get lofað því að það virkar ekki að mylja þetta sýklarlegu kaktus Þannig að ég held að þetta geti verið léttast í hrossaskíturinn hinga til hjá þér út í minn Sjáum til, krakkar fá ekki keppniskap fyrir að verða 4 ára og 19% fólks fær aldrei keppniskap
19%. Já, mér finnst það svolítið Blöð fekk keppniskap, hann fór veikur sko. Já, ég fekk aðeins svo mikið, það mátt dreifa á mig og systur mínar. Sparkar í döða hluti ef hann tapar í einhver íþrótt. Ég er reynda búin að róast. Nei, ekki búin að róast. Ég er sverðið búin að róast. Málega, ég sé mann skalla stöngin á fótboltamarkið þannig að það fær blóðun á sér þegar hann tapaði fótboltaleik. Já, maður hefur séð margt. Ég er bara töruð einu sinni. Sko, ég vorkinni samt fólkinu sem fær ekkert keppniskap. Þú verður að vera með smá keppniskap. Þú verður að vera með smá. Ekkert leiðilegra heldur en að spila fólk sem er ekki með neitt keppniskap. Nei, það verður að vera smá svona bandir. Já, það verður að vera smá. Þá er það næsta. Já. Ef þú ert að ennþá rifja upp hlut. Nei, þessi var hérna. Það eru 2 réttir. Rannsóknir sína að karlmenn hrífast meira af konum sem nota lítast nyrþurum eða make-up. Nei, það er ekki bara nokkuð gefið, er ekki allir sammála því bara? Jú, ég menna þú veist flesta nota snirtuverð það búið að skemmta sér en ekki Þetta er líka sko, þetta er náttúrulega tekið að bandarískri síðu og þar geta konuna farið nokkuð overboard, maður við sé bara svona hvað er þetta, öskulit en að skuggaði eitthvað. Já, kona mín kemur náttúrulega heim eins og hún sín bara að fara að keppa í drægi eftir hvern einasta vinnudag, hún er að vinna upp í Mac þannig að þær eru það kannski er þetta að miða við það já, það er að vinna mikið með þurfa alltaf að vera með einhvers konar kreatív málinga á sér í vinnunni þannig að hún kemur heim eins og hún sé í drægi en þetta er rétt, ég held það ég meina, þú veist, ef þú ert að labba fram með einhverju stelpu hún er alveg bara make dolla, fattar þú það er ekkert sexy við það sko. það má ekki vera mikið það má ekki vera mikið, alveg að sama með stráka, skilur við, það má ekki vera, þú veist, eins og ef við getum sett þetta í annan búning eins og til dæmis bara þeir eru báðir gym rats, það er ekkert flottu að vera öfgamassaður. Ertu að setja það eins og sama og að vera með hitt og mikið meika? Bara öfgar öllu þá? Öfgar öllu. Þá er að síðasta, flugur sækjast í alkohól þegar það fá lítið að kynlífi. Já. Þetta er líka hljómar sem horse manure. Það er bara ein kjaftaði. Já, bara ein kjaftaði. Ég myndi að segja þetta, þetta er bara eins og manneskjöndar. Þegar flugur fór lítið að samlífi þá sækja þær í Ferðu í bokkuna ef þú fá lítið heima? Nei, ég meina þú veist svona, ég myndi skýrska að einhleypt fólk fer Þú sagði bara eins og fólkið. Já, eins og mannfólk Einhleypir fara held ég oftar í bæinn en þeir endilega vilja. Þú veist, og fara í bjórin bara því þú er ekki að fá með þennan. Já, keiri í sig bara og vona að hitta einhvern rétta. Hvar finnur flugan áfengi? Sko, ég vissi ekki eins og flugur var að stunda kynni. Flugan er fyllibita sko. Þetta er frekar erfitt að gessa hvað er kjaftaði af þessu. Það er nokkuð sem getur verið kjaftaði. Já, ég meina þú veist, bíflugur og allt þetta sækir í sigurinn, það er gefins, þetta er ekki kjaftaði. Flugurna fara í brennivínið og sigra að drikki. Ég ætla að segja að þetta hljóta að vera blómundurinn. Þú segir að plöntur fá kynnsjúkdóma sé kjaftaði. Kynnsjúkdóma? Já, það getur ekki hann að vera. Hvað segir þú, Egill? Það hljómar sem, en það er einhvern veginn of augljós. Ég veit, það er of gefins. En hann hefur líka tekið það á okkur. Ég þarf svar að kallmenn fíli ekki konur sem ómeikaður. Nei, það er flugur sækjast ekkert í áfengi þegar það er ekki að fá það. Þannig að hvoru er ekki að hafa með þetta rétt? Hvað meinur þú? Það sækjast í sigar að drikki? Já, ekkert bjór og áfengi. Bíddu, þannig að blómvöndur getur fengið Steindi tala með að því að segja það. Hann sendi þetta bara. Það er þér að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957. Það styttist í, heitasta rappara landsins, herra Netusmjör. Heitasta rappari, hann er ekki bara, hann er bara entrepreneur. Já, málið það. Við eins og komum inn á hann að þú ert ekki bara rappari, þú ert líka businessmaður. Já, við þurfum að ræða þetta við hann. Hann verðist að vera alveg bullandi businessmaður. Já, það er, ég er að fíla. Ég eins og Egill var að tala um á hann að Simmi vil getur þetta ætliðan. Hann er svona hans Money Sim. En það er líka Money Sim er þetta Oktoberfest líka sem er byrjað. Simmi væri rappari. Money Sim er geggjað fucking rappar. Er enginn að nota þetta? Money Sim, ég potið einhver staðar en Simmi er náttúrulega ættið það. Simmi vil gæti ekki rappa til að bjarga lífi sín. Nei. Hann getur ekki alltaf í lægi og hann getur aldrei rappa held ég. Nei. Ég veit hann er að hlusta og hann hlýtur að vera sammála mér. Já, með við spilin sem hann fættist með þá er hann að gera það gott. Já, heldur betur. En talandum að gera það gott, sáu þið hérna, ég var að lesa á Twitter, ég var ekki að sjá greinina, var verið að selja CCP og það var einhver gaur að fá 3 milljarða og hvað, Björgólfur vinu þinn 20. Já, sko, málið það. Þetta er það sem ég er alltaf að segja. Það vissi enginn það vissi til dæmis enginn að mæmenn Bjöggi væri með peninga í þessu en eitt. Hann kastar mest út. Kastar mest út af öllum. Hvað, gáttu við ekki snigla okkur inn í þetta á sínum tíma? Já, það er frábær hugmyndir. Það er ekki að láta mig vita allavega hann væri með puttan í þessu. Forstjórinn þessi Hilmar, hann fann 3 milljarða. 3 milljarða? En Bjöggi Tór 20. Sem þýðir að sem er ykkur 180 milljónir dollara. Já, ok, þannig að hann er ekki að fara að bæta á B-ið sitt. Sem þýðir að hann fer úr 2B í 2,82 B. Jesus.
Við þurfum Hann skrýður eitthvað upp Forbes-listan hana sem minka líkunar að þú fáir að hitta hann einhvern tíma Steinþór því miður. Minka alls ekki, akkur minka það. Út af því að, þú veist, því harra sem að fyrir upp þá verður hann í ríkari vinni, sko. Já, málið það að hérna Hann ábúið Beckham, sko. Alls ekki, ég myndi segja ég væri bara nokkru vikum frá því að vera hans besti, sko. Þetta er eitthvað, sko. Getum við ekki fara að skoða einhverja tölvuleikir en að koma okkur inn í þetta? Þú getur ekki kveikt á tölvu. Þú ert að horfa á einn mesta gamer landsins, ég á ég að búa til tölvuleik fyrir þig. Já, minnsta máli í heimi. Það er ekkert mál. Mér langar í því 3 milljónar. Já, við þurfum bara fjárfesti. Ef það er eitthvað ríkur náður að hlusta, til dæmis bara Bjöggi, besti vinur minn, eða einhver annar, þá getum við búið til tölvuleik sem myndi pakka EVE Online saman. Hvernig tölvuleik myndir þú gera? Já, hvað er létt fyrir þig. Það getur komið til það. Já, þessu var frábært. Ok, ég myndi fara upp í sumarbústað í eina helgi. Ég get lofað því, ég get komið betur leik en EVE Online. Ég þarf bara fjárfesti. Já, finnum fjárfesti. Netan er að detta hérna í hús. Við ætlum að fara í auglýsingar og svo ætlum að ræða hans við, netusmjörið. Kvikmynd eftir Baldvin Zeta, leikstjóra Vonarstrætis. Byggð á sönnum atburðum. Lof mér að falla. Komin í bíó. Það er bara einn orkudrykkur sem eykur brennsluna allan daginn. It's Ripper time. Hér eru bitastæð tíðindi. Cookies á nýjum og sjóðheitum matseðli Dominos. Dásamlegar súkkulaði smákökur, stökkar að utan, mjúkar að innan. Bættu þeim við næst. Í alvöru. Dominos. Vélaborg, bara hlutir í allar gerðir liftara. Vélaborg, vélaborg.is. Netgyro mánuður er ný þjónusta sem gerir þér kleift að versla með símanum í næstu verslun eða á netinu og safna öllum kaupunum á einn mánaðarreikning. Þú borgar svo reikningin mánaðamótin eða skiptir greiðslunni, alveg eins og þér hentar. Þú stjórnar þig hvað þú kaupir, við hjálpum þér með hvernig. Netgyro. 15 króna afsláttur hjá OB stöðum mánaðarins. Lykil og kortafar í vinahópi Ólís og OB fá 15 króna afslátt af lítranum á 5 OB stöðum allan september. Stöðvarnar eru OB Bæjarlind, OB Fjarðarkaup, OB Njarðvík, OB Starengi og OB Borgarnesi. OB, afsláttur allan hringinn. Vodafone, Vís og Egils Appelsín kynna fjölskyldu tónleika Friðriks Dós í Kaplakrika laugardaginn 7. október klukkan 15. Miðasala er hafin á tix.is. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12 Phoenix veitingahús sem er 5677 888. Vodafone, Túborg og aukakrónur kynna Oktoberfest SHI 7. til 8. september. Miðasala er hafin á miði.is. Gítarar, tónarstuðinn, skeiðbolti. Biljardbarinn, fyrir vinkonurnar. Biljardbarinn, Faxafinni 12. 5 staðir. Átt þú bilaða Apple-tölvu? Við erum að gera við Apple-tölvur og veitum snögga og góða þjónustu. Viss viðurkenndur þjónustu aðila 95 blöð á FM 957 í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. Yeah, one of us gets too drunk and calls about 100 times. 5 Seconds of Summer hér með lagið Young Blood. Þekkið ekki, en það er öllum sama því að við erum komið með rándýran gestinga í stúdíóið og það er Netan sjálf. Herra Netusmjör, verður velkomin. Okkar maður. Hann segir, já,
Getur maður ekki farið svo langt að segja hvað segir heitasti rappari landsins? Ég er bara glæsilegur en þú sjálfur. Herðu, ég hef bara aldrei verið betri sko. Í alvörunni? Já, jú, ok, ég lík því, en ég er hrikalega feskur. Hvernig, já, þú hefur verið betri þegar þú varst þarna í þessu sundlaugapartí þarna á Vega, þannig í Vega. Já, með þér. Það var skemmtilega. Ég veit að mista því maður. Sko, fyrsta sem að ég verða að hann kom með hnetusmjör handa okkur. Já, það sem er geggjað sko. Ég átti eftir að smaka það. Og það stendur herra hnetusmjör á því með hunangi. Já. Þú veit hljóma það, búið aðeins að sweeten it up. Ég er að bara að rista brauði. Þetta er luxus sko, þetta er búið til úr hunangsýrstöðum hnetum. Ok, fyrsta, ég verða að spyrja þig, ef þetta fer að mókast út, ertu að fara að vera ríkur á þessu? Já, ég veit það ekki. Ertu með kött bara á dollu? Já, þú ert með kött á dollu? Já. Ná, ok. Það sem er lúksusin fyrir netuna, nú getur hann að fara til Benidorm, leigið þar í 2 vikur. Já, einmitt. Og það er kassa tikkinn á sama tíma. Það er ekki í vinnunni. Þú veist, hann getur líka bara farið einhvers annað en á Benidorm. Hann þarf ekki að fara til Benidorm. Já, það getur leigið það í 2 vikur, sé að lokka sem hefur bókað mjess, fyrir það kassadettinn. Ég er að chilla á sundlegabakum á Beni og peningurinn er að hlaupa fyrir mig. Þetta er ekki flókið. Sofa á launum. Ánægði með því að hugsa the dollars. En sko, svo líka komin, já, þú ert komin þinn eigin hambúrgur á fabrikunni. Sem er legendary maður. Já, þú ert komin í góðan hóp þar. Já, sem tengist nú þessu hérna. Hann heitir herra hnetusmjör og þetta er hambúrgari með hnetusmjör á, sem er í fyrsta skipti í heiminu líklega. Hvernig er að borða hambúrgar með hnetusmjöri? Ég átta mikið á því augnablikinu. Nei, það er hérna, við vorum svolítið svona hrætti að fara inn í þetta sko. En við fengum hérna Eyþór kokk með okkur sem var í kokkalandsliðinu. Hann fekk bara krukku og bara herrið, þú mátt bara hérna leika þér aðeins með þetta. Og áttum að fara alveg 4 sinum í smakk, ég og Jói og hérna fórum í fyrsta smakkið og við smökkum hambúrgarna og við vorum allir bara, þú veist, við þurfum ekki að smakka þetta meira. Bara klárt. Já, þetta er bara klárt. Það er bara jalapeno mayo og black. Það er líka hunangi í þessu sem gerir þetta sætara. Já, og líka þetta er runny, sko. Já, ég segi þetta er ekki mjög þykkt. Nei, einmitt. Það er hunangi, kallið minn. Þannig að þetta vinna miklu meira með þetta í mat, sko. Þannig að peningurinn er að hlaupa fyrir þig að meðan aðrir eru að geta hnetusmjörinn á Íslandi. Það er pínu þannig. En Manni Sim, hann var ekki að testa þetta. Hann er farin úr hambúrgarfabrikunni, ekki? Jú. Yes. Með alveg rétt. Með fullri virðingu fyrir Simma vini mínu, þá var eitthvað fínt að hann sé hættur að testa burgerina sko. Hann blés svolítið upp þegar fabrikan kom. Já, hann er komin í þjálfun. Já, hann er að taka sákallin. En það er, sko, það er nóg að gera hjá netinni. Já. Það er Oktoberfest á morgun. Já, þú ert að spila á morgun. Það held ég nú. Það er svona sturlu dagskrá alla helgina sko. Já. En besta dagskrá á morgun, af því ég er þá. Já, sjálfsögðu. En byrju, er ekki Oktoberfest, er þetta ekki orðið bara, ég meina, með stærri, hvað er margir sem sækja þetta? Þetta er hjútt, þetta er risastórt sko. Alltaf svona 60 mann sko, minnstulegi. Ég veit að 90 mann sann ekki er sko. 60-70 mann. Við fengum heiðurinn að spila það einsinni og það var allt hjúla, það var geðveikt gaman að vera þetta. Já, Oktoberfest. Já, þetta er náttúrulega algjörlega crazy sko. Klukkan hvað er þetta morgun? 1, eitthvað svoleiðis. 1 eitthvað svoleiðis, já. En hvernig er, ég verð að spyrja núna, ég er svo forveitin á þessu, af því að það eru aldrei á Íslandi svona celebrity beef, það er mjög sjálfgeft. Er ekkert þannig í rappheiminum? Ekki gleyma samt, Messages Club vs. Friðrik Ómar. Já, það var rosalega celebrity beef. Nobody gave a shit, sko. Það gleymur hæst í tómri tunnu. Þeirri línu var kastað fram þar. En er eitthvað þannig í rappheiminum á Íslandi, eins og ellendis? Nei. Er allir vini bara, mér finnst eins og sé alltaf allir að peppa lög og annars? Er það bara þannig? Já, bara stundir saman, sko. Já. Það vantar celebrity beef. Það vantar smá potir. Ég man eftir því til dæmis bara alveg fyrir löngu man. Ég veit ekki hvað 10 ár síðan eða eitthvað þegar þú veist Rottweiler og hérna Andlú bífið, þið munið kannski ekki eftir þessu þegar það var sko bara allt Ingólfstorg var brjála á menninganótt og það var bara eitthvað þvílíkt bíf og bara mörgundru manns eldu. Ég var aldrei heyrt Andlú. Ég er eða fyrstskipti núna. Þvílíkt bíf. Mér langar bara stundum í eitthvað smá bíf maður. Það er greinleitt hvað hann. Við vorum að pæla í þessum daginn hérna með, þú veist, bíf á Íslandi og vorum að pæla af hverju, þú veist, og hver myndi fara í bíf eða myndi vera einhver og ég held, þú veist, ég set peningi minn á, þú veist, Young Nico Drippin og einhverju svona, þú veist, unga og yngri og ferskari, þú veist, í senunni af því að þeir eru komin á ákveðin punkt í, þú veist, tónlist eða bara öllu, þá þegar þú ert að fara að svara einhverju svona bífi eða gera eitthvað svona, þá ertu bara að þú bara fucking of your money, sko. Það er eina sem það snýst þetta, það er the dollar, sem það alveg á hreinu. Þetta er bara efruðnar, kallið minn. Ertu með umbósmann eða ertu sjálfur að taka upp síman? Ég er með umbósmenn. Wow.
Þú væntalega, þetta heimskuleg spurning en þú gerir ekkert annað en að vera tónlistamæður. Þú ert ekki að vinna í einhverja búðu eða eitthvað? Nei, ég er tónlistamæður og eigandi KBE EHF útgáfu fyrirtækis sem gefur meðal annars út Netusmjör. Já, meðal annars og Huginn, nýjablöðin hans. Ég var eftir að hlusta hana. Ég held að þú myndir fíla hann í bot sko, með að við það sem ég heirt af tónlistamenninu þínum. Þetta mjög easy listening og svona þægileg tónlist. Hún gæti farið á Cozy Blue. Já, til í það. Það er þetta rosalegt að menn komast inn á Cozy Blue lista minn sko. Það er mikil heiður. Það er bara tónlista með fagnar bara. Valdimar, hann er ennþá fagnandi. Hann komst inn á hann daginn. Ég sá hann á Twitter. Hann var mjög ánægður. Til hann ekki Valdimar, þú ert komin á Cozy Blue. Við ætlum að fara hér í mitt uppáhaldslag í dag og það er einmitt með hnetunni og svo þú ætlar að henda honum með okkur í Já, málega það. Ég fekk heiðurinn að sjá myndir fyrir Cash og það sem að hnetan er að vaða í Cash þessa dagana. Það fannst mér tilvæglega að hafa með því. Já, það er bara mjög sniðugt, en ég verð að spyrja Hnetusmjör, er viniðinir góðir svona? Upp til hópa. Þetta er uppáhaldslæði mitt í dag og er búið að vera í nokkrar vikur upp til hópa. Herra Hnetusmjör, má ég spyrja, ertu edrú í dag? Ég er edrú í dag. Hvað ertu búin að vera edrú lengi? 21 mánuð. 21 mánuð. En núna, það er oft talað um að menn semji, eins og bara úttala um rockar og eitthvað svona, þeir semja sína bestu tónlist undir áhrifum einhvers, alltaf á rosa margir. Varstu ekki træddur þegar þú varst að fara að þurrka upp að það myndi hafa áhrif á, bara þurfu að vera að semja tónlist? Nei, ég einhvern veginn datt aldrei í þann pakka að vera eitthvað fullur að á einhverju, hvort sem bara hvað efnis það var, eitthvað að semja. Mér langaði mikið að vera í þessum flokki, ég með rockarnir og Bob Marley og svona kjaftaði, bara svona að opna vítina eitthvað, en ég bara var alltaf bara gett friðin og gerði ekki neitt. Það var bara latur við það. Já, ég var bara latur og bara heimskur sko. En fórstu í meðferð? Já, ég fór í meðferð. Fórstu í meðferð? Herru, bara til lukku með það. Takk að kella með því. En við ætlum að fara í, myndir fyrir Cash eða ekki? Við ætlum í myndir fyrir Cash og ég er með 3 mjög skemmtilega spurningar. Ég er búin að hafa mikið fyrir þessu. Þú ert alltaf mjög lélugur með upphæðina. Já, þú er búin að vera gagnrýna mér svolítið þegar ég fengi að sjá mann dagskólið Þannig ég tók mig til í andri. Stundum er það bara myndir húðflettaði fyrir 500 kallið eitthvað. Þetta er svo heimstíðar. Varu til að hætta drull yfir dagskóliðin árinni byrjónum. Ok. Eftir klár, viljið þið fá trailer eða? Hefur heyrt þennan trailer eitthvað? Ég hef aldrei heyrt þennan trailer, mér langar mjög mikið að heyra hann. Veistu hvað að spila hann? Ég spila hann ekki allan. Við erum með gest sem er að biðja það. Ég væri mjög til að heyra hann allan sko, ef það er hægt sko. Ef það er tími. Hann er yfir 2 mínútur sko. Þessi frekar stuttur. Ok, tjekkum hann. Spilaði 1/8 á hann. Já, en ég sammála, við heyrðum trailerinn og hann er allt og langur reyð. Hann er aðnundir. Það er að taka okkur alla 3 í Já, ég hugsaði þetta hannig þið bara svarið eins og þið viljið Áru bara snöggir að svara. Já, fyrsta spurning mynduðu gerast gay for a day? Nú að því að nú veit ég til dæmis að þið eru allir straight, þið eru allir kærustur og allt þetta og það náttúrulega er ekkert að því að vera gay og allt þetta rugl. Ég er bara að segja að það er erfitt fyrir ykkur að verða allt í hennu að gay for a day sko. Þú veist, og þá þyrftu þau að stunda kynlíf. Alveg svo er skrítið fyrir gay að vera straight for a day. Akkurat. En mynduðu hendi ykkur í þetta fyrir 500 skall? 500.000? Já, það stendur. Er þetta að reyna að vera með bítu. Já, það stendur 500. Þetta er 500 skall fyrir 1 dag. Þetta er ógætis laun fyrir 1 dag í vinnu. Þetta er hægt upp í 1.000.000. Ok, en Mike, hérna, er þetta, ok, þú talar um gay for a day. Já. Er ég þá, þetta bara skipti kynniðin, skilur? Þannig að ég þarf ekki, maður er ekki að vilja þetta. Nei, þið væru alveg bara svona, þú veist, Þú ert basically að spyrja hvort þú myndir við sofa hjá kallmanni fyrir 1.000.000. Já, það er svolítið öðruvísi spurning. Ég var að reyna að koma mér að þanga. En akkur þarf að vera samlífin í þessu. Ég gay for a day, get ekki bara hort á Eurovision og hlustuð á maður. Það er það sem ég voru að pæla sko. Því að það heldur að sé allir bara samkynniði kallmenn sem horfir bara á Eurovision. Það er ekki allir sem við. Það er endilega, er samlífin í þessu? Við erum komin á hættulega slóð. Ok, við skulum gleyma. Mjög hættuleg spurning. Ok, þetta er ógeðslega hættuleg spurning sko. Sko, ég fyrir mér veldur á hver þetta er. Þið veitum vel til dæmis Matthew McConaughey eða
Jói Fel eða Valdi Björn þá mútti segja sænaði mig strax Ok, við getum gefa okkur þetta sé Valdi Björn. Skrítnasti listi sem ég heirt Matthew McConaughey, Jói Fel og Valdi Björn. Þá ætlar að sænaði upp í þessa veislu. Þetta er fárlega random listi. Já, bara, þá er þetta mjög gott tilboð. Og þannig þá segir þú já. Þetta er enda ágætis punktur, má ég ráða hver það er? Já, bara segjum að þetta sé Valdi Björn og alla. Já, en ég er góður Þetta er bara Valtýr á línuna. Já, ég er góður Hefur verið séðan samt í hvítu gallabuxunum nýju sem hann er búin að vera mikið á Facebookinu. Valtýr Björn er frábær náðingi, frábær bara fjölmiðlamaður, en mér langar, ég myndi ekki fyrir milljón. Ég sá hann samt í þröngum hvítum buxum og hann var í lakkskóm, ekki í sokkum. Já, það verðist gera eitthvað fyrir þig en ekki mig. Hvað segir Netan? Tekur þú tilbúðinu? Ég ætla að segja þetta að passa á þetta. Ok, en Egill, hann myndi þetta eskuleitaði strax. Þetta er milljón fyrir einn dag, já, geggja tilbúð. Ég er bara samanlega, þetta er fárlega gott tilbúð. Herru, þá er það önnur spurning og hún er rosalega trikki og þið þurfa að hugsa hana ágætlega. Mynduði fyrir 12 milljónir á mánuði. Það er hellingur af milljónum sko. 12 milljónir á mánuði vera einir alla ævi. Mættu aldrei hanga með hennum. Þú veist, þú mætti tala við fólk? Já, mætti tala við fólk og fór til búð og mætti koma hinga og segja hæ, en þú mættir ekki hanga með hennum. Þurftir alltaf að vera einn. Nei, hvað átt að gera við 12 milljónir á mánuði og þú getur ekki hangið með hennum? Ég menna, þú getur farið á snekkju eða þú getur farið bara í hengaflug eða einhvert. Aðleitt, já. Þetta er lélegasta tilbúð, þú ert svo lélegur í þessu. Þú ert gaman og ríkur og hanga alltaf einn. Já, en það eru margir sem eru einfarar. Já, ekki ég. Þannig að ég segi nei. Það er að hitta, það má hitta einhvern skil og mátt spjalla við hann. Hversu lang er tíma? Já, við getum gefið okkur, þú veist. Fyrir skeikluga í gang. Já, kannski hálftími. Hálftíma tjatt á snekkju við einhvern geggjaðan vinnin. Svo þarf hann að fara. Emna vinn, þú mátt ekki hitta mömmuðin að neitt. Nei, þú máttir ekki hanga með henni. Þú máttir alveg fara í mat kannski. Já, bráðin, já, hvað, fara í mat í hálfa mínútu? Bara svona pulsur, inn og út. Nei, þetta er nei á mig. Já, 12 miljónir á dag og mátt ekki vera með neðinum. Það er lélegasti dílsöguna sko. Já. Á dag, 12 miljónir á mánuður þetta. Já, ég er ekki. Þú sáttu svo Rikki daginn, náðu sér í geggjaðan Beamer. Fyrst sem hann gerði var að hitta vini sína og bjóða mig rúnt. Þú veist, ef hann mætti ekki hitta neitt þá var hann einn í þessum Beamer og var ekki með gaman. Ég hef aldrei hitt mann, ég peppa hann yfir nýrri eign og Rikka á bílunum sinum. Hann pekka mig upp í honum á hann í vinnuna, var stórkostlegt. Hvað segir Netan, tekur þú þessu þann? Er þið báður að segja nei? Já, ég er kannski að já á þetta. Er það ekki? Já, maður. Þetta eru 12 mánuði. Ég myndi bara vera eitthvað svona Instagram legend og spjalla við vinnum mína þar eða blogga. Svo geta líka bara droppa. Sýna þetta nýja bíla mín í vlogginu bara. Svo geta líka bara droppa úr þessi lífstíl bara til 5 ára. Hann veit kassa út og byrja að hanga með vinni sinni matur. Var það má? Nei, þeir eru búin að svara. Þá veitur þið klúruðu þessu. Þá tekum maður bara mánuð og hættir. Auðvitað, 12 milljónir, ég get hangið einn í mánuð. Þá er það þriðja spurning og hún er geggjuð, þessi spurning. Ég veit ekki alveg hvort að Netan viti það, en við erum búin að vera svona aðeins þegar ég hef alltaf að vera að sjá mann dagskalið, þá er ég að tala eins njálgin. Hættu með nú njálgin. Nei, málega, ég er ekki með málega, hann er vesen, það er hræðilegt að fá njálg. Erum við ekki njálg? Hef ég, ekki svo í munni. Nei, en þú veist, og lúsinn og allt þetta er vesen, þetta er svona fylgir eins og leikskólum og framhaldsskólum stundum. Og síðan er þetta svolítið verið á króknum. Já, það eru kótið með spurninguna hérna. Vinst alltaf króknum. Ég er að spá spurningina svona. Myndu þið vilja, núna ef ég óttan bara spurt, myndu þið vilja vera með njálg fyrir einhver ákveðnu upphæð? Þú hefur nú tekið því. Já. Það var 100 milljónir eða eitthvað. Já, það sem er fárulega gott sko. Nú er ég að fara að hendi í, veitu, ég ætla að hækka töluna. Þetta voru 7, ég ætla að hækka hann upp í 17. 17 milljónir á mánuði. Fokkit, ég ætla að hækka hana meira. Þurfuð bara þetta nýttlýsing. 30 milljónir á mánuði. Nú erum við konum með milljón á dag til. Fyrir að vera njálgur. Hvað meinar þú? Hvað meinar þú? Að ég var með 30 milljónir á mánuði og ég verð njálgurinn. Já, þú ert njálgur. Hvað er að gera með peningin ef ég er í raskatinu á einhverjum? Basically þú ert einn af þeim fjárfest? Basically þú skríður út á nóttinni. Shit, ég get ekki meira þessari vitleysu. Herðu, bara herra Netasmjör að spila. Er það ekki? Jú. Hann er á oktoberfesta morgun. 30 milljónir. Kíkir á hann, við erum mótur alltaf senið í auðlýsingar og Steindi, þú færð aldrei að sjá minna lið aftur. Myndur ekki vilja vera njálgur fyrir milljón á dag? Já, ef ég yrði njálgur myndi ég fara beint í raskatu á þér. Herra Netasmjör, takk kjallaði fyrir komin. Takk fyrir mig. Topp tónlist. Netusmjör á hamborgara.
Sumt bara einhvern veginn ákveðið fyrirfram. Þú þarft að smakka Herra Hnetusmjör. Hamborgarafabrikan, hamborgarastaður allra landsmanna. Vodafone, Túborg og aukakrónur kynna. Föstudagur á Oktoberfest. MC Gauti, Úlfur Úlfur, Albatross, Jón Jónsson, Sprite Zero Clan, Súra, Jóhanna Guðrún, Sverrir Bergmann, Meitin Sveitin. Miðasala á miði.is. Oktoberfest SAI í samstarfi við Vodafone, Túborg og aukakrónur. Skemmtigarðurinn auglýsir. Ertu búinn að skipuleggja hvataferðina ykkar í haust? Skemmtigarðurinn með fjöldategund af hvataferðum fyrir þinn hóp. Kíktu á skemmtigarður.is og skoðaðu málið. Skemmtigarður.is, 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 skemmtigarður.is. Hæ skvísur, þetta Sara í Unique. Erum að taka upp nýja sendingar oft í viku. Komið og kíkið á okkur og dressið ykkur upp fyrir jólin og áramótin. Unique, Kringlunni og unique.is. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. Orkudrykkur sem brennir fitu. Sold. It's Ripper time. Kvikmynd eftir Baldvin Zeta, leikstjóra Vonarstrætis. Byggð á sönnum atburðum. Lof mér að falla. Komin í bíó. Vodafone, Túborg og aukakrónur kynna. Oktoberfest SHI 7. til 8. september. Miðasala hafin á miði.is. Uppskeran komin. Nýtt íslenskt grænmeti. Krónan. Herra Hnetusmjör klæðist sérbökuðu hnetusmjörsbrauði. Á honum jalapeno majónes, slatti af crispy baconi, grillaður rauðlaukur og hellingur af hnetusmjörinu hans Herra Hnetusmjörs. Svo stráum við gulldufti yfir hann. Já, ég veit. Hamborgarafabrikan. Hamborgarastaður allra landsmanna. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Netan farinn og við þökkum honum kella fyrir komuna. Hvað herru, vá, þátturinn eiginlega bara búin. Já, hún að vera 6 klukkur. Þetta ekkit eðlilega fljótt að liða maður. Hvernig það gaman á líðu tíminn? Það alveg merkilegt öllu þessu ár að það sé ennþá gaman í stúdíunni hérna. Já. Hvernig helgin hjá ykkur drengjanum? Hvað plan? Nei, justu, helgin bara, hún freka þægileg hjá mér. Maður finnur voða lítið fyrir að það landsleiki helgi. Hvað heitir hérna, við erum náttúrulega, það leikur á þriðjudaginn sem ég ætla að kíkja á, Ísland-Sviss. Já. Og við hefum hvað, hefum við Belgíu? Morgun Sviss Ísland. Já. Og klukkan 4 morgun. Já, og svo aftur Þjóðadeildin. Hvernig, það eiginlega komin að spytur inn í þjóðadeildin. Já, ég held þetta að væri undankeppni fyrir EM sko. En ég veit að það, sko, ég er búin að vera að horfa á landsliðsmennina. Menn að taka svo alvarlega og þetta er eitthvað stóri leikur. Þetta er mikilvæga leikir. Og maður búin til þess að þetta væri ekki eitthvað svona, ykkur æfileiki skipta einhver máli. Þannig að skipta einhverju máli. Ég meina, hvað skipta, er þetta þá, þú veist, er verið að keppa upp á byggar, er verið að keppa upp á... Já, ég held að segja eitthvað það. Þú veist, þú vinnum einhver leiki og komast í ykkur þess að þjóðadeild og getur unni byggar eða eitthvað. Já, og kemst beint á EM, sem væri veisla. Já, svoleiðis. Já. Er einhver óregla á þér helgina, Egill? Nei, ég bara að koma fólk í form. Það er september og nú kemur þjóðin til mín eftir að drulla á sig í sumarið. Allt morandi í fytubólu núna. Það allir einhvern veginn á leiðinni rættinu. Nú þú verður bara í sporthúsinu. Fólk leifir sér yfir sumartíma en ég skil það gera allir. Steindi, hvernig helginu þér? Hún freka góð sko. Það bara eitthvað smá vinna og smá hanga og smá að familjast og smá að chilla og kannski smá Fortnite og einhvern veginn smá öllu. Já, bara rólegt og kósi. Þetta ennþá ekkert eðlilega lélegur í Fortnite. Málega það, þetta heldur leiðilegt að segja frá þessu. Ég bara verði ekki betri maður.
Ég bara Það bara að fara að kíkja inn í hennar Fortnite heimið. Já, hann góðsalegur, þetta góður heimur. Ég Þú bara bætir ekki saman hvað að spila mikið. Nei, þú veist, jú. Það er staðan það. Nei, ekki alveg. Ég orðin mjög fínn. En ég kom með 2 sigra í sóló. Þísva sinnum sigra. Það er ekki sorglegt. Nei, ég spilar þetta allan sólar. Þú veist, ég unnið endalust í skot eða dú og með fólki. Ef ég er aleinn, hef ég unnið 2. En þú sagði mér eins og ég veit ekki hvort það hefur eitthvað leyndamál hjá þér. En þú ert oft heima hjá þér bara með headsetið á að sippa í þig. Einn að tala um einhverja krakk út í heimi að reyna að drepa. Nei, það er ekki drepa. Nei, stundum hef ég fengið mér 1 og 1 bjór. Jú, það er ekki sad. En ég er með vinum mínum. Spilar aldrei með Manswes? Jú, nei, ég er að spila með Sultuhundinum og Digital Cuss og AK Golf og ég er með og minna Óla Game TV, ég er með Pussy. Ég var að tala um netuna. Já, netan ætlum að taka smá sesjón kannski í kvöld. Það er allt morandi stuðan inni, sko. Góða skemmtun, en fyrir ykkur sem að viljið skemmt ykkur helgina, þá minnum við að sjálfsögða á Oktoberfest sem að það fór það ekki bara stað í gær, allt komið á fullt. Mikil stemning þar. Já, það er alltaf gerast. Þannig að bara góða skemmtun, hafið það gott helgina, kæru hlustendur, og við verðum mættir hér, allir 3 aftur næsta föstudag. Þar til þá bara góða helgi og eins og ég sagði, hafið það gott. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. Risa tax-free í Hagkaup frá 7. til 10. september. Afnemum virðisaukaskatt af öllum sérvörum og snyrtivörum. Hagkaup, meira svona alla daga. Liturinn á himninum akkurat núna. Fær hann ekki vel á veggnum í stofunni? Slippfélagið. Við hefum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Í kvöld á Stöð 2, asíski draumurinn við X-Factor UK, fyrsti þáttur í glænýrri seríu og þar á eftir skemmtileg. Úrval af hágæða flísum, Flísabúðin, Stórhöfða 21. Hamborgarafabrikan framleiðir hamborgara. Herra Hnetusmjör framleiðir hnetusmjör. Ding dong, hamborgarinn er mættur. Herra Hnetusmjör. Hamborgarafabrikan. Hamborgarastaður allra landsmanna. Já, ég veit. Jón Jónsson, Sprite Zero Clan, Súra, Jóhanna Guðrún, Sverrir Bergmann, Meitin Sveitin. Miðasala á miði.is. Oktoberfest SAI í samstarfi við Vodafone, Túborg og Aukakrónur. Einn þeirri vakna og annar eftir hádegi til að halda brennslunni gangandi allan daginn. It's Ripper time. FM 95 Blö á FM 957.